Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, velkomin aftur. Við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Það komið að fjallahjólreiðum og það fyrsta skiptið, mjög viðeigandi í bleikum október að taka þetta einstaklega fyrir. Hérna til mín komin Sara Ómarsdóttir, velkomin. Takk. Þú ert í mjög flottri peysu, ég verð að segja það. Já, það þakka þér fyrir. Okkar hönnun. Þú greinist með brjóstakrabbamein, 34 ára gömul. Já, Eitthvað svoleiðis. Ég vil segja það, 34. Myndatakan, hún samt fyrir eldri konur, þessi hópmyndataka sem kallað inn í. Þannig að þú greinist í raun áður en að það byrjað að kalla inn í myndatöku. Já, miklu fyrr og bara mjög ung og það var alveg hamrað á því að ég væri bara mjög ung með brjóstakrabbamein og enda fann ég þetta sjálf. Það var ekki einhverjum öðrum að þakka. Og það var alveg gegnum alla mínu meðferð hversu ung í rauninni ég væri. Og þú ákveður að láta þetta ekkert stoppa þig. Þú ákveður að grípa til þinna ráða og gera eitthvað. Já. Þetta verkefni, þetta áskorun og það annarkvort make it or break it. Það bara þannig og ég er keppnismanneskja eðlisfræði og það var bara verkefni sem ég ákvað að tækla. Hvenær ákveðstu þetta? Þetta þarna þegar þú liggur á sjúkrahúsinu? Já, í rauninni. Þegar ég vakna með aðra manneskju sem var á sama stað í lífinu. Hún var reyndar að greinast í 4. skipti, sama aldri, en í hennar augum líka lífið áskorun og það þýðir ekkert að hengja haus. Það þarf bara að tækla hlutina eins og þeir eru og við ákveðum að skella okkur í smá hjóltúr. Það var ekki svona smá hjóltúr, það vatt svolítið upp á sig, það verkefni? Já, það endaði með að við stofnuðum hjólreiðaklúbb sem heitir Fuck Cancer sem við erum í og hjóluðum hringinn í kringum landið í Vá og söfnuðum áheitum fyrir kraft og í þessum hóp var meðal annars stelpur sem að hjóla með mér í Kvendúró. Þú nefnir Kvendúró, þetta til ég að segja okkur aðeins hvað það er? Já, Kvendúró hjólhópur hérna á Akureyri sem við vorum nokkra stelpur sem leiddust að hjóla örfáar með strákunum eða aleinar og ákváðum að reyna að fá fleiri stelpur með okkur. Og ákváðum að hittast einu sinni í viku og fórum að auglýsa á netinu að við biðum allar konur velkomnar á sama hvað aldri og skipta engum hvernig hjólið að væri. Og núna í dag, rúmum 3 árum seinna, erum við 20 og þetta allt konur á aldrinum 17, 16 upp í 55, 60 og bara alveg magnað. Upp í 55, 60, það alveg magnað? Það magnað, sko. Og fá konur sem héldu að þær gætu þetta ekki og þorðu ekki að mæta og þær eru komnar á sérútbúin einhver svona massív fjallahjól fulldempuð með full face hjálma og bara komnar í allar græðunar og komnar upp í fjall með okkur. Það alveg magnað. Þetta er svolítið svona stig magnast, þú býður inn fyrir þröskuldinn og svo bindur það upp á sig. Já, alveg bara og það það sem gerist þegar maður fær tækifæri til að vaxa á sínum hraða og prófa hluti og eins og að geta flestir hjóla, að læra allir að hjóla. Svo bara höldum við að þegar við erum fullorðin þá bara eigum við ekki að gera það. En svo kemur bara í ljós að þetta ótrúlega skemmtilegt að vera úti og maður að læra upp á nýtt, bara horfa á konur, fara fram á gangstéttabrún í dag, þær hoppa fram að henni af því á hjólinu sinu, eitthvað sem maður gerði aldrei fyrir 3 árum síðan. Fara þannig að stökka einhverja palla á eitthvað, það er bara ótrúlega gaman. Þetta er mjög fjölþætt, þetta er félagslegi þátturinn, þú ert að upplifa náttúruna en þetta er líka hreyfing og íþróttir. Já, algjörlega. Og þetta í rauninni bara, þú vinnur öllu, andlegt og líkamlegt þetta bara toppurinn og vera náttúrulega mjög góðum félagskap allan tíman náttúrulega plúsinn og við erum mjög duglegar til dæmis að fara saman á barinn þegar við erum búnar eins óíþróttamannslegt og það en þá setjumst við niður og kostum með kaffi eða kók eða eitt lítill bjór og spjöllum og kynnumst og lærum af hver annarri og erum að segja reynslusögur og skoða vídeó, það var einhver sem var að stökkva, einhver sem var að læra eitthvað nýtt og það var bara ótrúlega skemmtilegt og býr til mjög góðan hóp. Og þetta sýnir mann líka hvað íþróttir geta gert margt. Já, og bara
í raun fyrir þennan aldurshóp og þú veist, ég greinist með brjóstakrabbamein og og það einmitt svona, og við sýndum fram á það þegar við hjólum hringinn 20 manns og meira en helmingurinn af fólk sem hefði greinst með krabbamein eða aðstandendur að lífið ekki búið og með íþróttum hægt að gera svo margt og það að finna sitt tempó. Þú þarft ekki að hjóla hratt, þú þarft ekki að vera afreksíþróttamaður í fótbolta eða einhverju. Þú getur alveg fundið þitt tempó og það geta allir hjólað og það alveg magnað að sjá konur sem fá tækifæri að vaxa á hjólinu sínu. Það getur líka að gera eitthvað fyrir þig en það getur líka leitt af því að þú ert að gera eitthvað gott fyrir einhvern annan líka eins og þegar að safna áhættum og láta gott að ykkur leiða þannig líka. Já, og við gerum það í Team Fuck Cancer þar sem við erum búin að vera að safna fyrir kraft meðal annars og við erum búin að halda fjallahjólamót og við ætlum að hjóla aftur í Vága næsta ári og við erum að selja svona peysur og þú veist, og fólk tekur eftir okkur og ef þú ferð í dag og hjólar, við vorum 10 í stórri keppni þar sem allir voru í þessari treyju og fólk sem hefur greinst og við viljum líka vekja athygli á því að eftir krabbamein er lífið ekki búið, þú getur haldið áfram og byggt þig upp og ef þú finnir þinn takt og finnir eitthvað sem er skemmtilegt eins og fjallahjólarar að þá er það bara leikur að koma sér áfram sko. En af hverju fjallahjólarar? Ef við leyfum okkur að fara út í þá pælingu, hvað er það? Er þetta adrenalínið eða náttúran? Hvað er það fyrir þig? Hjá mér er þetta adrenalín. Ég er adrenalín, ég þarf að fá kekki. Ég er búin að vera í motocrossi og ég er á snjóbrettum og vera á fjallaskíðum og ég var í fótbolta mörg ár og ég hef alltaf þurft eitthvað, ég er búin að vera í íþróttum bara allt mitt líf, en að vera í þessu svona aksjóni að þú ert á hjólinu, þú ert að takast á áskorunum, þú ert að læra eitthvað nýtt, ég er að taka stærri stökk, ég er að sigrast á einhverjum steinum eða einhverju leið, einhverju hæð, maður er alltaf að bæta sig, þú getur alltaf bætt þig og það er svona litli hlutir sem verða svo allt í einu svo risastóru, þú sér það eftir sumarið að ég er að taka eitthvað, þú veist, ég er að hjóla hjólinu mínu eitthvað sem ég hélt ég myndi aldrei gera. Og í leið er ég úti, þú veist, ég er inn í skóginum, ég er með vinum, þú veist, það er gott veður, maður er að sjá náttúruna bara frá öðru sjónarhorni og það gerir fjallahjólarar bara svo æðislegar. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og maður getur hjólað út allt og á Akureyri erum við með eina bestu fjallahjólaraleið á landinu og þú getur farið einhverja 30 kilometra bara niður og það er bara æði sko. Og ef maður reynir að setja sig í þessi spor, þú ert að fara hratt, þú ert úti í náttúrunni, náttúran er óútreiknanleg, þannig að þó þú sért búin að fara leiðina einu sinni þá þýðir það ekkert að þú þurfir ekki að passa þig þegar þú ferð hana næst. Nei, þú veist, ég endaði upp á sjúkrahúsi núna í ágúst með brotna hendi. Ég var að fara að leið sem ég var búin að fara 100 sinnum og þá hafði ég bara áhyggjur af syni mínu sem er með mér, hann er 10 ára og hann er svona hjóli líka. Ég hafði svo miklar áhyggjur af honum að ég horfði ekki fram fyrir mig og ég endaði á sjúkrahúsi með brotna hendi. Þannig og það er alltaf nýjar áskoranir og það gerir það skemmtilegt og maður getur alltaf bætt hraðan, bætt tæknina eða bara sest niður og notið þess að vera ekkert að flýta sér og bara setja frá öðru sjónarhorni, tekið upp nestið sitt og vera með góðum vinum. Það er bara, þú veist, það er alltaf eitthvað og fara aðra leiðir, jökulsárgljúfur, við fara upp á súlur, fólki fara að fara með hjólið sinn þangað, eitthvað sem fólk var ekki að gera, alla leið upp á Hlíðarfjall, þar niður, þú veist, þetta er endalaust sko. Þið ert búin að sigrast á og takast á við brjóstakrabbamein, þá er nú brotin hendi ekkert mikið mál. Nei, það er ekki, einbrotin hendur og 3 naglar. Þetta eru ýmsar áskoranir, það er á mörgum stigum og í dag er ég enn að berjast við krabbameini, ég er enn að berjast við eftirköst. Það er ekki nóg bara að sigrast á því, þú veist, það er líka andlega hliðin og lyfin og allt þetta. Og eitt af mínum helstu tækjum er hreyfingin og hjólið mitt og komast í íþróttir að gera eitthvað. Að ef ég get það ekki, þá fyrst hitti ég vegginn, sko. Það er bara svoleiðis. Takk hérlega Sara fyrir að kynna okkur fyrir þessu og við hvetjum þá allar konur sem eru að horfa á þetta núna til þess að hafa samband og vera með. Alveg bara absolutt. Við erum á Instagram, Kvenduróm, við erum á Facebook og það er alltaf hægt að senda ykkur skilaboð og við bjóðum allar velkomnar og við getum líka veitt ráðgjöf ef það er að spauga upp þessi hjóli eða eitthvað. Koma að prófa hjá okkur, bara endilega. Æðislegt. Takk hérlega fyrir spjallið og takk áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáum svo í næstu viku. Boswil skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn er í boði Jóð.
Taktíkin í boði Lemon á Akureyri.